númer 2 af vörumerki. Ég ætla að byrja því að taka það fram að ef þú hefur ekki hlustað á fyrsta þáttinn þar sem ég ræddi við Sesselíu Birgisdóttir persónuleg vörumerki, þá mæli ég með að gera það. Hann setti nefnilega tóninn fyrir seríuna. Og þátturinn í dag, hann gerir það ekki síður þar sem ég ætla að ræða við Vilmu Ýr Árnadóttur sem margir þekkja sem Vilmu Home. Mér fannst ég bara verða að setja báða þættina út í einu af því að eins og ég segi þá endurspegla þeir svo einmitt það hvað þessir þættir fjalla og þetta podcast. Við erum annars verið að tala viðmælanda sem sérfræðingur í vörumerkjastjórnun með margra ára reynslu og hins vegar konu sem tók af skarið fyrir ári síðan eftir 19 ár í sama starfi og stofnaði sitt eigið fyrirtæki. Þetta eru ólíkar konur og ólíkar frásagnir en það var svo gaman að spjalla við þær báðar, Sesselíu og Vilmu og þær töluðu báðar með svo miklu passjoni að það var bara ekki annað hægt en að hrífast með. En eigum við þá ekki að snúa okkur að þætti dagsins. Hann að sjálfsögðu tekin upp í Tech-stúdíónu. Þar mjög gott að fara á trúnó og ég held að þáttur dagsins sýni það svart á hvítu. En hér Vilma Ýr. Velkomin, Vilma. Takk kærlega fyrir að fá mig. Hvernig fer þig hérna í Tech-stúdíónu? Herðu, þetta ekkert eðlilega flott stúdíó. Ég bara mjög hrifin af þessu. Kemur mjög vel út. Ég ekkert eðlilega sennuð hérna. Mér finnst eins og ég hef bara alltaf þekkt þig og ég sé að hitta bara gamla vinkonu. Fyndi þegar maður hittir einhvern sem maður búin að fylgjast með og veit svona mikið en þú hefur aldrei hitt mig. Nei. Ég hugsa að þú fáir að heyra þetta alltaf oft. Já, ég fæ nefnilega að heyra þetta mjög oft og mér finnst það svolítið skemmtilegt og þú veist, þá maður bara svona vinkona út á við án þess að kannski vita það en svo náttúrulega eignast maður líka margar Instagram vinkonur sem maður ofta að senda á mann og maður búin að mynda svona ákveði bond. Já. Þannig að það mjög skemmtilegt. En þú ert ekkert að spá í því kannski þegar þú ert út í búð hvort að manneskjan fyrir aftan þig hafi verið að fylgjast með þér í gær hvað varst að elda eða eitthvað svoleiðis. Þú ert ekki að pæla í því? Jú, maður svona sér svona stundum fólk horfa svona skringilega á mann og þá maður alveg, já, þessi bótt þetta fylgja mér, svo kannski ekki og þá maður getur verið líka fyrstur eitthvað. Já, svo fólk svona, ég veit, ég þekkir einhver stafið, hvaðan kannast ég við hana? Svo líka kannski bara í auglýsingunum sem í gangi gegnum Meta og þetta, þú veist, það örugglega fólk sem kannast alveg við mann. Já, það örugglega mjög margir. Þú ert með marga fylgjendur og það hefur alveg verið mjög opinská með lífið þitt og bara eins og þú segir alltaf sjálf, það engin filter. En mér finnst samt mér finnst þú gera þetta vel og bara í raun betur en margir af því að þú sérst svona opinská og filterslaus þá ertu samt frekar svona prívat með ákveðna parta í lífinu þínu. Þú ert ekki að sýna mikið kannski frá börnunum þínum til dæmis og manninu þínum og svona. Þetta með þetta ákvörðun? Já, ég svona deili svona stundum börnunum mínum en svo maðurinn minn bara kannski ekkert mikið fyrir að vera í sviðsljósinu ef maður segja það þannig. Þannig að hann bara svolítið prívat en þetta alltaf að koma hjá honum. Ég fekk að taka mynd af honum og setja svona date myndina sem ég setti á feedið, þú veist, þá fekk hann að vera hann með og svo ég bara hægt að spyrja hann, ég bara fann að henda út og svo kannski kíkir hann á þetta kvöldi og hann bara byrja, hvað er að segja þetta? Já, akkurat. En hann hættur svona, þetta skiptist þér að þessu bara. Hann veit alveg ég svolítið stutt í grínið. Já. En við erum komin aðeins inn í umræðefnið en ég ætlaði að spyrja þig að sömu spurningu og ég spyr alla viðmælendur í upphafi þáttar. Það hvaða ráð myndir þú vilja gefa yngri útgáfunni af sjálfriðir? Sko, það sem ég hugsaði, þetta var alveg svolítið svona challenging spurning, maður lítur svolítið inn á við og það sem ég fannst svona að hætta að spá í hvað öðrum finnst og hætti að setja sjálfan þig í einhverja svona þú veist, það allir sem setja sjálfan sig einhvern veginn inn í einhvern vissan ramma og einhvern svona standard sem allir eiga að fylgja, þú veist að það alltaf í lagi að vera öðruvísi og það alltaf í lagi að standa aðeins út úr og taka lífinu aðeins létt, þú veist það þarf ekki alltaf að vera svona á alvarlegu nótunum og þú veist, leyfðu þig bara að vera þú sjálf og það einhvern veginn mun alltaf skila sér út í hvernig sem það skilur bara ég var svolítið mikið að pæla hvað öðrum finnst og þetta og ég held að það sé bara svolítið það sem allir að hugsa í raun og veru hvað aðrir að pæla en ertu þá, ef þú myndir gefa þér þetta ráð ertu þá að tala að þú myndir vilja segja þetta við á úrlingsaldri eða bara núna nýlega eða hvernig? Úrlingsaldri, ég var náttúrulega frekar outgoing bara 6 ára, þá var ég bara hlaupandi út allt og talandi við alla og alltaf hefur verið með svona líklega hann já, ég myndi segja úlingsútgáfun á mér þetta allan daginn og bara þú veist, hætta að pæla hvað öðrum finnst mitt bara
Algjörlega, þetta mjög gott ráð og á við í raun hvenær sem og við alltaf bara held ég. Já, allan daginn sko. En það kannski pínu þessu tengt, þessa uppbauð sem þú tókst núna fyrir nokkrum árum þegar þú sagðir upp starfinu þínu í Jysk. Já. Eftir hvað, voru þetta komið 20 ári? Já, 19 ár. Takk fyrir pent sko. Og þú bara stökkst í djúpu laugina og þarna tókst sjansinn á fyrirtækinu þínu, Vilmu Home. Þú kannski segir okkur svona í stuttu máli hvernig þetta kom til og hvað var svona til þess að þú ákvaðst að taka þetta skref. Já. Af því að ég hef heyrti tala að þetta hafi verið eitthvað svona sem að blundaði í þér í langan tíma áður. Sko ég hef alltaf verið rosalega samviskusöm í vinnu og sýnt svo mikið metnað í öllu sem ég geri og ég var rosalega sátt í vinnunum minni og mér fannst þetta ótrúlega skemmtilegt starf, þetta var fjölbreytt og maður fekk líka þessa útrásur í sköpunargleðina sína og en þá þegar ég byrjaði náttúrulega átti ég ekki börn og þetta er alveg hardcore vinna, maður var alveg að vinna 220 pluss tíma á mánuði og þú veist að tæma einn bara þvílíku gámana og þú veist þetta var alveg challenging vinna, þú veist, og maður mikið á fótum og ég var aðstoðarverslunarstjóri byrjaði sem aðstoðarverslunarstjóri í Smáratorgi, fílíkur vinnu þjarkur og bara alltaf einhvern veginn að reyna að sanna mig og svo eignaðist ég barn nummer 2, ég náttúrulega eignaðist Aron fyrst og svo Alexander sem er 5 ára í dag og ég ætlaði að reyna að vera heima í fæðingarorlofi og njóta en með seinni strákin en ég einhvern veginn byrjaði að vinna bara strax eftir 6 mánuði og mér fannst ég alltaf vera að missa af einhverju og ég var ekkert að missa af neinu í raun og veru þannig að mér langaði svolítið að gefa líka Vilmu út frá fyrstu spurningunni að líka að leyfa þér að vera í fæðingarorlofi og njóta þú veist, ég hefði viljað segja mér það og þú ert ekki að missa af neinu þú veist, með fyrstu spurninguna hvað ég myndi vilja ráðleika gömlu Vilmu Akkurat. En og ég sem sagt það losnar aldrei starf svona verslunarstjórastarf í Jysk þetta er alltaf einhvern veginn sömu kallarnir, þetta var svolítið kallaveldi ætla að leyfa mér að segja það og það kom upp tækifæri að það losnaði staða á bílsjónum og ég bara einhvern veginn ákvað að stökkva á það tækifæri og út af ég var beðin það en ég samt hugsaði alltaf sko þetta er ekki rétt í tíminn núna, strákurinn minn er ekki orðin einsás, þetta er náttúrulega brjálu vinna sem þessu fylgir og þú veist ákveðin ábyrgð og ég náttúrulega bara sagði það líka í viðtalinu sem ég fóru við að börn eru mikið veik fyrstu 2 árin og en þau bara já, ekkert mál og bara gaman og vilji taka þetta og þú veist bara frábært allt saman og en svo var þetta líka bara þannig að þú veist þegar þú ert komin með þessa ábyrgð og þú ert með risastóra verslun, þetta er einn stærsta verslunin af öllum rúmfattalega verslununum eða Jysk verslununum allan heim og og þú veist að vera með lítið barn og að vera að vinna svona mikið þú veist þetta fór alveg smá á sálina mína þegar strákurinn var veikur og svona þú veist, þetta var alveg erfitt fyrir mig að mér fannst ég þurfa alltaf að vera með teiminu mínu sem verslunarstjóri og það var erfitt þegar það var álag og við vorum að fara kannski úr sumarsísoni eða í jólasíson og það veist einhvern veginn að bara skipta búðinni bara alveg út fyrir nýtt og þú veist það var álag, mikið veikindi og þú veist eins og fylgir bara í verslunarrekstri og ég var alltaf bara með einhvern veginn svona massa samviskubit að þú veist þurfa að vera heima að sinna barninu sem er náttúrulega galið og þú veist svo bara einhvern veginn fann ég alltaf einhvern veginn meira bara hvernig ætla ég að vera mamman sem er meira til staðar fyrir börnin mín það þú veist þau þurfa miklu meira að mömmu svona halda en maður gerir sér grein fyrir þannig að ég fór svona svolítið að blunda í mér svona hvað ætlar að gera, ætlar að bara vinna alla daga 8 á morgnana til kannski 7 á kvöldin alla virka daga, vinna aðra hverju helgi þú veist, þetta var orðið svolítið geðviki og þó mér fannst þetta ógeðslega gaman og passioni var ennþá til staðar en þá langaði mig svo mikið að finna einhvað svona sem að það var alltaf blundað í mér að eiga mín eigin verslun og ég er búin að tala það ofta mörgum sinnum í podcastum og bara við alla og inn á Instagraminu og svona að þú veist þetta er bara eitthvað sem ég langaði að gera og þarna var ég eiginlega bara komin á þann stað í lífinu ég var bara hætt að hugsa sjálf á mig ég var bara vinna ég var bara fann að bæta á mig alveg allverulega þú veist og bara alveg hætt að drekka vatn ég reyndi alltaf að koma hreyfingun inn ég var alltaf að vera mjög virka að hreyfa mig en það bara, þú veist, ég var ekki að finna neitt svona milliveg hvernig
þú ætlar að hugsa sjálfan þig, þú veist, og börnin þín og vinnuna og veist, ég held að sé ótrúlega margar að díla akkurat við þetta hérna. Ég held að sé svo margir að hlusta núna og gengja kollu bara að tengja að því að þetta líka að því að manni langar að standa sér vel í móðurhlutverkinu og manni langar að standa sér vel í vinnunni og þegar maður á öðrum staðunum þá með maður samanskapið yfir hinnum en það ekki hægt að gefa 100% í báðu eða vera all in í báðu á sama tíma af því að þá áttu ekkert eftir og einhvern veginn tæmir þetta þig á sérkvæðan hátt svona, og þannig að þetta bara ég tengi rosalega mikið við það sem þú ert að segja en hérna þú tókst samt við þessari stöðu þannig, Já, ég tók við þessu út af því ég vissi að ég myndi segja nei, það myndi þetta tækifæri aldrei koma aftur veist, það bara starfsaldurinn náttúrulega bara djók sko. Það bara fólk búið að vinna þarna í 30-40 ár sko. Bara En eftir að hugja, finnst þér það hafa verið mistök eða hvernig? Alls ekki, ég lærði rosalega mikið á þessu en svo náttúrulega þú veist þegar passion svona svakalegt þá maður einhvern veginn ósjálfrátt komin í fleiri verkefni heldur en bara að vera verslunarstjóri maður alltaf farin að fara með innkauparunum út og vera að versla jólavöru og fólk farin að sjá að ég hef gott auga fyrir svona hlutum og ég fór með þeim ég held ég 3 verslunarferðir til Amsterdam að versla jólavöru og ég var farin að skipta mér hér með markasteiminu og ég fekk alls konar aukaverkefni, þú veist, framkvæmdastjórinn bað mig stundum að halda frammistöðufundi með öðrum verslunum þegar hann kannski komst ekki að. Þannig ég var svona aðeins fann að hoppa inn í líka það starf að svona alltaf að bætast við. Já, svona bætast við og ég gat ekki sett nei, ég var alltaf bara jákvæða Vilma bara græjar þetta ekki þess en allt svo dugleg og það var svona aðeins fyrir að taka manni sem kannski sjálfstæðum hlut. Sjálfsögðum hlut, ekki rosa sjálfstæð. Þannig og ég fann bara álagi var orðið gríðarlega mikið en þarna var líka komin þessi hugmynd af Vilma Home og ég var alveg farin að pæla í vörunum sem ég langaði að vera með og þú veist, þarna var ég alveg komin lengra með það. Þetta var byrjað að blunda í mér þá. Já. Og náttúrulega ég gerði sjálf, þú veist, vefsíðuna og allt frá grunni, þú veist, sem alveg svona svolítið, ég veit ekki hversu oft ég sagði sjálfur mig bara, jæja þú veist, ég var alveg að fara að hitta á vegginn þú veist, ég var alltaf að gera þetta sjálf en það var alltaf einhver svona innsæði mér að öskra á mig að halda áfram að gera það sem þú ert að gera þú veist, þó þetta hafi verið alveg maus að tengja kreditkorti og kortin og allt þetta við netgíró og þú veist, ég gerði þetta allt sjálf þetta var ekkit perfekt, ég ekki að segja það Nei, einhverstað þarf maður að byrja Já, en svo bara, þú veist, þegar vara var komin og heimasíðan var svona nokkurn veginn komin að bara lét ég slag standa og bara leta allavega Instagram vita og sýndi frá vörunni var svona aðeins búin að tísa kannski á undan og svona og það var mjög mikil spenningu fyrir þessu En á þessum tímapunkti þá ertu ennþá að vinna í Jysk? Ég ennþá að vinna í Jysk og ég að vinna í Jysk alveg í ár og með fyrirtækið Þannig að þú ákvast í raun það svo mikið að gera og börninu er svo lítil ég ætla að stofna fyrirtæki ofan á þetta allt Já, ég svona svolítið kvattis, ég viðkynni það en þetta var bara innsæði öskra á mig að fara alltaf drauminn þetta er ótrúlega skrítið að segja þetta en mér fannst ég alltaf eiga að vera í einhverju öðru en ég var í þó ég var búin að ná lengra og var alltaf að koma með lengra upp stigan í því sem ég var að gera hjá Jysk að þá svona ég fann alltaf, það var eitthvað annað stærra sem að, og þú veist og ef þetta gengur ekki bara í verstafallið þá veist að prófaði maður allavega Algjörlega, ég tengi svo mikið ég er að stofna mitt eigið vörumerki líka og þetta er eitthvað sem ég er búin að ætla að gera í 10 ár pluss en svo á sama tíma það er aldrei rétti tíminn það er aldrei einhvern veginn, maður er aldrei tilbúin til að taka skrefið og ég átti mjög erfitt með að ákveða að hætti í vinnunni minni að ég hugsa að ég get ekki gert bæði ég ákveða að hætti í vinnunni og byrja svo en alls ekki allir sem bara hafa mögulegan á því en ég er pínu að upplifa að fólk svona haldi að ég sé ekki að gera mér grein fyrir hvað ég er að fara út í og ég sé að ákveða að gera þetta því að það var svo mikið álag í vinnunni og það var svo erfitt en ég gerir mér fullkomlega grein fyrir að þetta verður erfitt líka og fullt af hlutum sem ég veit ekki og hefði örugglega bara verið þægilega að vera áfram í þessu sem að var orðin svona fáinnan fasta launatjekka en svo er þetta mínum að sko, jú það er erfitt að vera sinn eigin yfirmaður og sérstaklega þegar þú ert ein í fyrirtæki og ert með alla hattana en þú hefur miklu meira frelsi þú þarft ekki að biðja að fá að mæta aðeins fyrr í dag af því að barnið þetta er með jólasýningu í leikriti þú þarft ekki að vera með móral ég verð að ringja, ég verð að senda hann í leikskólan ég get ekki tekið annan veikinn það er bara, þú veist, þetta er allt erfitt en þú verður bara að velja choose your heart, það er bara svoleiðis mér finnst þetta svona einhvern veginn
það sem ég mest að horfa í, svona þetta frelsi og ráða sér svona sjálfur, ekki það að þetta verði svo auðvelt. Ég held ég myndi einhvern veginn samt aldrei taka þetta skref að bara hætta, en það var svo skrítið, ég mætti í vinnuna, það var hérna, nú ég alveg bara trún á döðan sem ég ekki búin að segja neinum þetta. Ok. Já, ég mætti sérst í vinnuna þarna og sko aðstoðarverslunarstjóri minn var búin að vera í láni í aðra búðir, alveg bara í mjög langa tíma og við vorum sérst að færa okkur úr Jysk úr umfattalagnum í Jysk 3.0 sem var svona, þú veist, það er búið að planogramma allar hillur, það er búið að skipulegja allt svona fyrirfram allar, þú veist, þannig að sköpunargleði mín var eiginlega svolítið svona, þú veist, að deyja smá, því það var bara mynd og þetta á bara að vera svona, þessi pallir á að vera svona og þú veist, það var ekkert lengur svona þetta flex, þú veist, að geta þú hefur haft svo gaman af sem ég elskaði mest, en svo var náttúrulega, þú veist, það er bara eins og fylgir öllum fyrirtækjum, það kom alveg þessi tímar sem að þarf að skera niður í starfsfólki og við þurfum náttúrulega bara alltaf að hlaupa hraðar og þegar ég er svona jákvæður einstaklingur sem að bara segja já við öllu og er bara, ekkert mál, bara græjum þetta, ekkert vesen bara, ég bara hleyp hraðar og alltaf hlaupa hraðar, en þú veist, þegar búið að taka aðal manneskjunum mína og bara alltaf með hann í öðrum búðum og svo er líka, þú veist, búið að skera niður og plúsa var, þú veist, lagastjórinn var búin að vera veikur bara í viku og auðvitað eftir ég að stökkja öll störf vegna þess að ég er ábyrg fyrir þessu, þú veist, og þarna var ég bara, þetta var heldur 7. júní og ég hugsaði bara, af hverju er ég svona leið, ég var bara orðin svo döpur, þú veist, og ég var bara að reyna að halda öllum þessum boltum á lofti, ég var líka með fyrirtækið mitt, ég var með börnin, þú veist, þetta var orðin svo ógeðslega mikið áreiti á mig sjálfa, ég var bara þú veist, ég finn ég það bara að labba hérna út núna, þú veist, ég þarf bara að fara út úr þessum aðstæðum, ég þarf að ná að hugsa veist, hvað ætla ég að gera, hvað er næstu skref skilur, og þetta var svolítið svona það sem að breytti öllu, ég fó bara í veikinda leyfi, ég þurfti bara aðeins að kúpla mig út og bara svona ná áttum bara hvað ég vil gera, þú veist bara þennan dag, 7. júní 2024 og hvernig var það, varstu þá eins og varst að tala alltaf með svo mikið samviskubit, varstu þá einhvern veginn bara hvernig ætlaði að redda þessu, hvað ætlaði að gera 2 vikur sko, beðast afsökunar á kannski að vera að setja þig aðeins í fyrsta sæti þetta var, ég þurfti alveg svona að segja mér margoft, þannig er ég að setja sjálfa mig í fyrsta sæti, þú veist það er engin ómissandi einstæðar, þú veist, þó sért þú duglega í vinnunni og stendur vel og þú veist reynir allt, en það er alltaf líka oft svona, þú veist, byrju okkur er ekki búið að tæma þetta, þú veist, þau sjá bara heildarmyndina, okkur er ekki búið að tæma þessa gáma, ekki búið að gera þetta, en á meðan sjá þeir ekki einstaklingin sem er búin að vera bara á hlaupum endalaust, sko, bara reyna að halda allir boltum á lofti, og líka mannustjórinn í fyrirtækinu, þú ert svona skemmtistjóri, halda allir góðum, því án teymisins, þá er aldrei neitt að fara ganga, skiljum að þarf að hafa teymi með sér, til að allir boltar ná að ganga, þannig ég þurfti að vera svona þetta akkeri, skilur, bara hvað segja allir þessir og bara, þú veist, ég var alveg, þú veist, hérna svo leið mig bara ömulega innan, skilur, ég var bara með tekno í botni á mótnana að reyna að gíra allir gang og æfattur mig, en svo var maður bara ég vil búið að nota mann mikið ef maður má segja það af því að þú sagðir á hann að það er engin ómissandi það er alveg þannig, það er engin ómissandi í vinnunni en á sama tíma ertu kannski ómissandi heima, það er engin sem getur hlaupið þín störf þar, það er alltaf einhver sem getur reddað einhver í vinnunni sko, en það er ekki þannig heima það er ekki þannig að þú gerir þetta og hvernig, og þú fórstu svo eitthvað tilbaka eða hvernig sko, ég hef ekki farið tilbaka, ég hef ekki eins og labbað inn í búðuna sko, og þetta er ótrúlega ljótt af mér sem yfirmanni að ekki koma þarna aftur og ég er með massa samviskubit, þú veist, að hafa ekki bara farið og kvatt alla almennilega, en ég bara einhvern veginn, ég bara gata ekki, ég bara, þú veist, ég fekk bara slæma tilfinningu leið og ég sé þetta hús, þá er ég bara fæ ég bara svona, þú veist bara þú hefur greinilega verið komin alveg bara sko. við það að og það var svona mjög erfitt og því að þú veist, allir sem er að vinna þarna, þetta er bara ein fjölskylda, þú veist, það eru bara allir við erum ein fjölskylda, en svo líka þegar maður hættir, veist, ég tók ákvörðun síðan, bara í mánaðamótin september þarna, þá fór ég bara á fund og þá var ég búin að taka ákvörðun sem þetta hætta, en þá fekk ég ekkert, þú veist bara takk fyrir samstarfið eða neitt, það var enginn sem hafði samband og ég var bara það var ákveðið skrítið, það var alveg 2 kannski, þú veist, en við erum alveg stjórnendur eftir 20 ár, þá var enginn svona eitthvað sem ég hef alltaf verið bara hvað segir ég, knús og bara alveg, þú veist, og gefa mig að, þú veist, spjalla og ég þekki alveg fjölskyldur margra og veist, ég veit hvað er í gangi hjá mörgum og svo skrítið og það er bara, ok, hún er bara komin úr liðin okkar, við bara tölum ekki við hana, eða þú veist, það er svona skrítna ómannlegi þátturinn myndi ég segja,
Þegar ég myndi aldrei hafa mig svona sjálf sko. Nei. Og þetta situr alveg í þér. Þetta situr í mér, já, eftir 19 ár maður er svona, já, ok, frábært það var alveg að var í metin þú veist. En þetta var kannski líka bara ennþá meiri hvatning til að hugsa þetta er ekki rétti staðurinn fyrir mig og ég á að vera að gera eitthvað annað. Já, og það er líka bara, fyrirtæki var búið að vaksa svo mikið á þessu ári að það var bara orðið miklu meira, þú veist, þetta var bara ég varð bara, þú veist, ég varð að fara að sinna þessu, þú veist, ég gat ekki verið bara vinna til 7:30 kannski þarna og svo fara heim og svara tölvupóstum. Þarna var ég líka, sko, ég var heima í held ég 6 mánuði með vörurnar heima á stofugólfinu, þú veist. Þannig að jólin komu og það var bara 6 bretti á stofugólfinu, þetta er ekki stórt heimili þannig. Og svo var bara jólatré í horninu og strákarnir bara eitthvað að klifra og leika sér í kössunum og þeir voru alveg fúlir þegar ég fór með vörurnar upp á Gorilla vöruhús. Ég var alveg hrædd við að taka þá stefnu líka að færa allar vörurnar þangað. Já, mér er aðeins að bakka eitt skref af því að mér finnst þetta svo áhugavert þú bara byrjaðir og hvernig ákvaðstu hvað þú ætlar að selja og hvernig ákvaðstu hvað fyrirtæki hægt að heita og allt þetta hvernig, sko nafni var eiginlega ég var alveg bara ég hef alltaf verið með eitthvað svona sterkt nafn í huga, þú veist, bara eitthvað svona Kiara eða eitthvað svona svaka, bara eitthvað power nafn eitthvað, en svo var ég bara náttúrulega byrjaði með Instagrami mitt, þú veist, Vilma Home og það átti að vera svona heimilis innblástus, þetta byrjaði þannig ég var þér í story, bara eitthvað já, þú varst líka að sína bara mikið frá vinnunni og svona, þú varst að ræða ég byrjaði að fylgja þér þá, þegar þú varst að sína svona útstillingar í mér finnst það líka ótrúlega skemmtilegt, það gaf mér rosa mikið þannig að þetta var svona fyrst átti kannski bara að verða það átti að vera svona heimilis dekor eitthvað, veist, og ég er alveg smá þar ennþá ég mætti alveg vera duglegri við það en veist, maður er bara mikið að gera þannig en það kemur kannski núna fyrir jólin, ég finn það en já, þannig ég bara veist, nafnið kom bara ég sagði, mér finnst þetta hljóma svo vel Vilma Home, veist, af hverju ekki en samt eins og maður segja herm eftir, þú veist, Sara Home eða nei, Home er nú frekar já, er það ekki bara svona, já jú, algjörlega, ég meina, það er Svava í 17 það er Jói Múlakaffi og Vilma Home já, þetta er heimilislegt þetta er steinleikur eins og með heimasíðuna, þú gerir hana sjálf en bara eins og með logoið og finna byrgja fyrir, þú byrjaði með brúsana eða ekki? Sko, logoin er að vefjast fyrir mjög mörgum en mér langaði bara að gefa fólki hérna úti smá ráð að það eru svo marga síður á netinu sem geta hjálpað að gera logo að þú veist, þú þarf bara að googla bara how to make a logo, þú veist, og þá ertu komin á einhverju síðu og þú setur inn nafnið og svo bara koma þeir og þau spyrja þig alveg, þú veist, hvað flokkast þú undir og þá er ég bara heima, þú veist, hérna, þú veist, ég bara exa ég eitthvað alls konar hérna kategóris og þeir bara komi með fullt af logoum, ég veit ekki en ég var alveg hálfan sólarhring að finna rétt logoið. Hálfan sólarhring? Já, örugglega. Það er já, ég ætla ekki að segja hvað ég var lengi nei, ok, ég var kannski lengur það er svolítið, þetta er svo langt síðan 2 ár nei, mér finnst þetta mjög góð punktur af því að ég veit og bara ég sjálf, bara mér fannst þetta svo stóra ákvörðun, bara bæði nafnið og logoið, bara, svo bara ég veit ekki hvað ég gat eitt mörgum kvöldstundum, ég að skoða letur þetta er kannski ekki í stóru myndinni það sem að fólk er að leita eftir hvort að eins og Cecilia sem ég var með síðasta þætti, hún var að tala fólk er ekki að spáði hvort að stafirnir og logoðinu séu rúnaðir á endanum eða ekki en ég held að margir séu að mikla þetta mikið fyrir sig þannig að þú varst ekki að því eða? Jú, ég mikla þetta mjög mikið fyrir mér og var alveg bara endalaust að drita á vinkonum mína bara en þetta og við vorum komið með svona niður að 2 Vist, ég gat ekki tekið sjálfstæð ákvörðun sko. Í alveg, ég var bara að fá kviðakast að ég væri bara á þessum stað í lífinu en svo bara er ég svo ánægð með ákvörðunina mér fannst bara vaffið fara einhvern veginn alveg að njóta sín og mér finnst þetta bara svo stílhreint og flott og ég svo ánægð með þetta og ég svo feina að ekki farið í hitt og þetta vaffið var einhvern veginn svona eitthvað svona, bara eitthvað ókslega væmið það hafði þetta ekkert verið flott einhvern veginn en svo líka, þú þarft ekki að vera með sama logoið bara endalust, það má breyta og það má byrja með eitthvað kannski verið vaffið bara, þú veist, logoið, þú veist, maður veit ekki ég er alveg búin að vera að hugsa þetta einmitt svona, en mér þykir bara svo vænt þetta logo að það allan eftir að vera mjög lengi þá getur ég endurskoða eitthvað hvert ég fer En fórstu í einhverju svona djúpa vinnu við að skilgreina markhóp og svona ákveða þitt nýs einhvern veginn eins og Já, sko, ég er náttúrulega, þetta byrjaði náttúrulega með þessu að ég var hægt að hugsa sjálf á mig og sko Vilma Home eiginlega stendur svolítið fyrir það að hérna fyrir bara konur sem eru bara hættar að hugsa kannski sig
þú veist, ég var bara alveg hætt að hugsa mig og leiðinlegt að segja frá, ég málaði mig samt alveg og fór út og svona, en ég gerði aldrei neitt ekstra, þú veist, ég var hætt að drekka vatn í vinnunni og þannig eiginlega kom svona brúsin inn, og veist, hann heldur köldu endalaust, hann 1200 millilítrar, þannig ertu bara með standard þar sem þú þarft að drekka við daginn, alltaf með þetta í hendinni, on the go, og þú veist, þannig eiginlega svona kom hugmyndin upp og svo náttúrulega fór að koma silkisettinn og allt þetta, og þetta þú veist, það sem hefur benefits fyrir húðina, þú veist, minnkar líkur á að fá svona bólur og annað, þetta svona bakteríudrepandi áhrif, heldur jafnar að hitastigi yfir nóttina, og hárið verður minna úfið, þú vaknar ekki með koddafar, þú veist, eins og eftir bómullar koddaver, og veist, allt þessi smáu details. Þetta eins og segir, þá þetta fjölbreyttir vöruflokkar svo með, en þetta einhvern veginn allt tengt því að svona degra aðeins við svona litlir degur hlutir svona í hversteginum þarf ekki að vera eitthvað merkilegt, bara það að þrýfa á sér andlitið bara lífa sér smá luxus fara undir hitateppið, þetta allt svona ef maður hugsa Vilma Home svona þessi hughrif sem að vörumerki eiga vekja hjá manni, þá hugsa ég eitthvað svona að ég ætla að gera eitthvað næs fyrir mig svona, ég ætla að fara undir hitateppið og fara í náttúrun með brúsa bara svona litli hluti sem að gera þetta svo æðislegt í alvörunni og þetta gerur óslega mikið fyrir mig, þú veist, eins og mótnana, loksins sæði maður tíma fyrir sjálfan sig og ég fer á æfingu þegar ég er búin að koma strákunum í skólan, þá fyrir ég og gera eitthvað fyrir mig og svo bara ef mér kannski kalt þegar ég er búin að fara í sturtu og er að fara að vinna tölvuvinnuna, að henda hitateppinu yfir sig, þú veist, þetta er bara, ég get ekki lýst í hvað þetta er frábært, sko. Það er fáum svona teppi. Já, þetta er bara, þetta er geðveikt og þú veist, það er margir bara að byrja 1,82, er það ekki eitthvað já, það er svona stórt. Já, það er nefnilega svona stórt vegna þess að ég hugsaði líka, þú veist, það getur bara krakkarnir já, líka verið hundurinn og kallinn, þú veist, það er bara allir saman og þú veist, já, og það er náttúrulega líka svona tímastillir á þessu, þannig að þú gæti sofna með þetta og þetta geti síðan hætt eftir klukkutíma, hálftíma, þú getur alltaf stilt þetta. Já, þetta er geggjað, svona einu hausti. En hvernig fannstu þessa vöru? Er þetta verið að framleiða þetta fyrir þig eða ertu með umboð fyrir þetta? Hvernig, þarna, já, það er verið að framleiða þessa vöru fyrir mig og þetta eiginlega byrjaði líka þegar ein vinkona mín var að tala um að hann langaði svo í hitateppi og þá fór ég svona, ok, og svo fór ég bara, ok, mér langar að klæðja hana eins og hún átti afmæli bráðum og ég eitthvað svona fór að skoða og þetta var allt eitthvað 1,30 sem 1,20 og mér fannst þetta eitthvað svo lítið, þetta er bara eitthvað svona bara lítið viskastykki, en jæja, númer var heitt, þetta er frábært, þú veist, þetta er ekkert kósí og svo eru öll teppin á Íslandi grá og öll einhvern veginn svona fyllt svona vatteruð einhvern veginn, ég veit ekki hvernig að útskýra það er ekkert mjúkt eða það vantar alltaf svona sensation í þetta, þú veist, mér langar bara að hafa kósí sjónvarsteppi sem að bara gefur þér þennan feeling, þú veist bara cozy feeling, ekki bara, þú veist, jæja nú er alveg svona stíft á þér, þú veist það er ömulegt, þú veist, maður vill hafa þetta meira cozy, þannig ég hef bara ég fer bara í málið, ángríns þetta er bara svona svipað með brúsana, og sást að það er eitthvað gata þú veist, það er alveg til teppi og það er til brúsar en ekki svona nei, þannig að ég er svolítið svona fljóta að hugsa þarna og bara fljóta að grípa tækifærin og ekki efast neitt, ég bara stekk bara á þetta og ég er að, þetta er samt alveg búið að taka ógeðslega langan tíma og taka næstu ára gera þessa vöru, þú veist, en þetta er bara allt þess virði, ég ætla bara að segja einhver rosa ensku, það tókst ekki á sig. Viðtökurnar hafa verið mjög góðar eða ekki? Jú, mjög góðar. Hefðirðu trúið því að þetta væri á þessum stutta tíma, bara að vaksa svona mikið í rauninni? Ég er náttúrulega bara endalaust þakklátt og ég held líka að Instagramið hafi spilað svolítið þannig inn í að ég átti bara góðan markkóp hann inni og bara góða fylgjendur sem eru bara mjög lojal, bara þú veist, það er sumir sem eru búin að panta 20 sinnum af síðunum minni, sama manneskjan, þú veist, maður er bara, þú veist, maður getur ekki orðið glaðari, sko. Nei, þetta er líka örugglega eitthvað svona, það sem er svo oft talað í sambandi við þegar maður byggir vörumerki að fólk sé ekki endilega að kaupa vöruna, það er að kaupa einhverja sögu, einhverja tengingu sem það finnur við vörumerkið og ég held að þú hafa gert þetta bara svo vel með að vera bara svona opinskáð og máluð og bjúuð og bara, þú veist, meiri sem mætistundin þegar ég er búin að hafa mér eitt rauðvinsglas á kvöldin og hafa svolítið gaman þannig að mér finnst þetta svo geggjað, þú veist, það bara einmitt og ég held ég sé líka að veita alveg öðrum innblástur með þessu að þú þarft ekki að vera inn í einhverjum stöðlegum glansmyndaramma til að falla inn í samfélagi. Það er miklu skemmtilega að vera smá svona ekstra vakansa og bara njóta. Og þó að séu ekkit endilega kannski allir sem að fíla þetta eða eitthvað, þá er það nógu margir. Þú getur aldrei verið fyrir alla. Nei, aldrei. Maður þarf líka svolítið að segja sér það.
það kannski líka svona erfið að vera með opin miðil að þú veist, maður getur aldrei verið allra og maður á ekkert að reyna það, þú veist en auðvitað er alveg niðurdrepandi, þú veist, ef maður er eitthvað, ég er ekki mikið að fylgjast með fylgjendatölunni hjá manni, en stundum setur maður bara inn eitthvað, þú veist, og maður er ekkert að pæla hvað maður setur út, maður bara setur eitthvað inn á miðlinn og svo allt í einu kannski 100 fylgjendur bara farnir og maður er bara rekur augun kannski í þetta er 100 fylgjendur og þá fer maður kannski bara, veitu hvað, ringi söndru veitu, stórið í gær, veitu, sagði ég eitthvað, þú veist, var ég að tala um einhverja minnileitahópa eða eitthvað, þú veist, hvað var ég að gera? Já, ég get alveg ímyndað mér að þetta af því að þetta er þetta líka bara greining á markaði, bara eins og allt annað þú ert að fylgjast með tölfræðinni bara, þetta virkar betur en þetta og þá viltu gera minna því sem að augljóslega er ekki að falla vel gramma hjá þínum hóp, þannig að mér finnst það mjög eðlilegt en svo líka að vera að hreinsa stundum einhverja botta og eitthvað svona, þú veist að koma stundum einhverja svona akkántar sem eru kannski óvirkir, þá tekur Instagram svona hreinsun og maður er bara, guð, hvað gerði ég en þetta er alveg eitthvað sem maður kannski áhrifavaldar einmitt þekkja, þú veist En ertu að fá mikið af skilabóðum, er fólk ertu að spjalla mikið við fylgjendurnar og svona? Já, ég spjalla mjög mikið við fylgjendur mínar og ég sendi mjög mikið voice, fólki sendi mig kannski og þá nenni ég ekki að skrifa, þá er ég bara sælenskan herði, þú veist, þá bara sendi ég og fólk kann alveg að meta það, sumir kannski ekki allir en Nei, ég meina, þú gefið þér tíman líka í þetta Já, og þetta er alveg vinna, sko ég er ekki alveg vissum að ég væri endilega mikið þarna, sko ég er stundum með bara ólesin skilabóð bara frá vinkonum mínum, bara, ég ætla að svara þannig ég geti ímyndað mér þetta sé pínu svona maður þarf að vera ákveðin típa til að nenna þessu, ef maður getur sagt það Mér finnst það svo gaman þegar fólk mitt spyr mig og svona, það er líka ekkert gaman ef maður er kannski búin að vera bara með 20 story bara í röð, ok, ég er ekki svona ykt samt en þú veist, fólk sendi ekki neitt eða like ekki neitt, þá er maður svolítið ekki að fá þetta engagement sem að maður er svolítið að sækjast eftir til að vita hvar maður á að vera stattur í þessu, þú veist en stundum hugsa ég alveg við okkur var ég að setja þetta út þú veist, en ég er svona með tímanum að svona eiginlega bara hætta pæli Já, en svo þú horfir bara á þetta sem part af vinnunni þinni þú ert náttúrulega, þetta er það þú ert með samstörf og svona tekjurnar mínar eru eiginlega bara að koma frá samfélagsmiðlum vegna þess að veist, þessi glansmynd við að eiga fyrirtæki sko, nú ætlum ég bara að vera ótrúlega ríl en hérna, maður er ekki að hagnast neitt fyrstu 5 árin með fyrirtæki það er bara ekki þannig Það sem kemur inn, það fer beint í það fer bara beint í alls konar kostnað og maður eiginlega gerir sér ekki grein fyrir kostnaðinu sem fylgir því að eiga fyrirtæki og líka bara, veist, ég náttúrulega var að vinna í Jysk eins og kom inn það fram og ég var svolítið fest í bara verður að vera svona, má ekki vera á hátt, þú veist, en þó maður sé alveg með luxusvöru, þú veist, þá var ég alltaf einhvern veginn að hugsa bara, nei, ég má ekki verða ekki má á hátt, vegna þess að, þú veist, ég hef verið að vinna í þessum í 19 ár, þú veist en svo bara þegar kemur að skuldadögum þú veist, og maður þarf að fara að borga vaskinn og allt þetta, þá er maður bara ég skil ekki, ég er búin að selja svona mikið, þú veist, og ég var alveg Guðbjart bara við vorum í útilegu og ég bara skildi ekki, ég er bara búin að selja svona mikið og þetta er svona og svona og þetta er svona og svona hvað er allir peningurinn? Þetta er alltaf skrítið og þetta er kannski að leiðilega við þetta en svo kemur þetta bara smátt og smátt þú veist, ég er náttúrulega ekki búin að taka nein lán passa bara, eignast allt bara jafnt og þétt, þú veist og hérna, þegar kemur peningur inn, þá fer það bara í næstu vöru Já, þetta tekur langan tíma sko, og ég held að það sé ekki allir sem að gera sér einmitt grein fyrir hvað þetta er rosalega mikill kostnaður þess svona rámkólum á stundum pínu augunum þegar maður heyrir fólk svona já, ekki þú, bara einhver þegar maður heyrir svona reglulega bara þessi bara pantið það hérna á AliExpress að selja bara, það er líka akkilesarhællin bara að fólk kann ekki að samgleðast og bara þessar síður á Facebook og annað að þau skuli bara leyfa sér að setja svona niðrandi ummæli fyrirtæki sem er að byggja sig upp, þetta hefur nefnilega allt áhrif og þetta er gríðarlega áhrif sem þetta hefur alveg, þú veist, að maður hefur verið jarðaður fyrir að fólk halda að panta Shein og með þess að einn sem leiði sér að kommenta undir jú, ég pantaði svona brúsa á Shein og hann var merktur vel með home, þú veist, bara Já, því að Shein er farið Já, það Shein er farið, þú veist, bara hvað ruglir í gangi, það er bara, hún bara laug þú veist, þetta er að vanda við að hafa allar þessar grúppur, en auðvitað er þetta bara fylgifiskur, maður þarf bara að taka þessu, en ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir hvað er að skemma mikið fyrir einstaklingnum Nei, og einmitt líka að því að þetta getur alveg verið villandi þú getur farið inn á þessar síður Shein og AliExpress og allar, þú getur bara farið í
og fundið alla flokka en fundið iPhone síma já, þú veist, og fólk heldur þess að selja svarta hettupeysu eða svartar íþróttabuxur hann hlýtur að panta þetta AliExpress að því ég sá hérna svartar, hann hefur bara sett logoð á en svo kannski myndur prófa að panta sig ykkur vöruna og því að þessi fyrirtæki að stela myndum og annað það ekki sama efnið og þetta alls ekki sömu vörunar þeir eru líka bara, ef það ákveðin ásókn á einhverja síðu þá einhvern veginn ná þeirra að sjá ásókn eitthvað, þetta eitthvað hún var að tala um þetta, hún Sara Unique held ég, með vörunar sínar ef það ákveðin klikk á einhvað þá geta þeir eitthvað þú veist, tekið það einhvern veginn og búið til svipaða vöru eða nota myndir eða ég veit ekki alveg hvernig þetta hérna sagan á bak við þetta en man ekki hvað podcastið tók þetta, ég held að það tekið þetta í spjallinu hérna með Solon Deko og Línu og Gurri. Já, ég þarf að hlusta á þetta því mér finnst þetta bara mjög áhugaverð umræð og líka eins þetta hvaðan er þetta panta, fólk vil alltaf vita hvað er þetta að framleiða þetta og svo ef maður myndi segja, já, Kína þá svona, eins og það sé það eru allir eins og allt sem eins og Jysk 66 Æsver, þetta allt saman Kína það bara vegna þess að það ódýrar á framleiða vörurnar að núti heldur nokkuð tíman heima eða Bretlandi eða þú veist já og líka bara þetta fá mjög góðar vörur frá Kína mjög góðar vörur og þú getur fengið auðvitað hræi ódýrt ef þú kaupir bara eitthvað ódýrt og hérna getur fengið bara eitthvað drasli og kaupir ódýrt segja en svo getur líka bara fengið geggjar vörur já, þeir líka bara ótrúlega framalega í öllu og þeir bara með alla tæknina og tækin og allt upp á 10 í Kína þetta bara ekkit það ekkit aðri með sko tærnar það sem að þeir hafa hælana erum við ekki að segja það Nei. En svo líka allt búið að vera samþykkt þú veist, maður þarf að fara í gegnum vissa staðla hérna þegar maður kemur heim, þú veist, ég þurfti að fara í gegnum meta og sína allt innihald í öllu og þú veist, mast fyrir ekki meta, mast sorry, ég með meta hérna Facebook-auðlýsingar ég var hérna í skólanum í morgun sko. ertu að tala með brúsana þá? Með brúsana og þú veist, innihald og allt þetta þarf að fara í gegnum vist, þú veist En núna, þú veist að koma að sinna og þú ert í skóla núna á námskeiði, hverslags námskeiði? Herru, já, ég er að læra hérna viðurkenndur stafrænn markaðssérfræðingur hjá akademíunni. Af því að eins og við vorum að ræða, þegar maður á sitt eigið fyrirtæki, þá þarf maður að vera með alla hattana. Já. Þú þarft að vera fjármálastjóri, þú þarft að vera innkaupastjóri, rekstrarstjóri, sjáum heimasíðuna og markaðsmálin. Hvað finnst þér skemmtilegast við þetta og hvað er svona ekki kannski jafn skemmtilegt? Sko, ég elska náttúrulega bara það sem ég er að gera, það er náttúrulega bara allt skemmtilegt sem ég er að gera, en stundum er þetta alveg overwhelming hvað maður er með puttana í öllu gjörsamlega. Og hvað er þetta mikið ákvörðunum? Stundum sakna ég þess bara að mér er alveg saman að spyrja þennan bara, ég ber ábráð þessu öllu. Bara greið vinkonum mín, ég er alltaf bara þetta, hvað litur fyrst ykkur og þú veist, ég er alveg hérna sko, nýti, það er alveg bara óspart og það er alveg frábært, alls ekki sjálfsagt. En hérna já, mér finnst þetta bara allt mjög skemmtilegt og náttúrulega langskemmtilegast að geta aðeins stýrt vinnutímanum sínum sjálfur en þú ert samt alltaf í vinnunni ég er alltaf í vinnunni, ég vinn 24/7 það er svolítið kannski það er svona öðruvísi álagsam þú veist. Já, þú getur skroppið og skutla barninu þú ert heima hjá þér en þetta er rosalega skemmtilegt og þetta er rosa mikið lærdómur sem maður fær út úr þessu þú veist, þetta er bara ég er alveg búin að þurfa að brenna mig á ýmsu þú veist, en maður gerir mistök. Hvað hefur verið svona mesta áskorun? Hvað ég byrjaði náttúrulega með eitt svona markaðsfyrirtæki hérna heima sem er endur ekki hérna frá Íslandi en ég ætla ekki að nafngreina neitt, ég vil alls ekki vera að tala illum neitt, það er ekki mínum gildum en hérna þeir eiginlega svona svolítið svindlið á mér fannst mér þeir sko, ég náttúrulega byrjaði bara að auglýsa mikið um Instagram bara og var ekkert að kaupa neina þjónustu í kring en svo náttúrulega eru allir þú veist, að nota þessar meta auglýsingastofur sem hjálpa manni með Facebook auglýsingarnar og Instagram og hérna leitavéla bestun og allt þetta og ég fekk eitt svoleiðis fyrirtæki til að hjálpa mér sem er mjög vinsælt hérna heima og margir að nota og ég náttúrulega bara vissi að allir var að nota það fyrirtæki þannig að ég ætlaði að fara í það fyrirtæki og þeir náttúrulega bara, já, herðu, þá er þetta bara svona ég náttúrulega byrjaði þarna með þá í júní 2023 já, og þeir hérna ég var bara búin að vera í 4 mánuði með fyrirtækið og þegar ég fæ þá inn til að hjálpa mér og þeir sem sagt hérna segja, já, við ætlum að fá hérna 10% af veltunniðinni frá árinu áður og árinu núna skilur, eða þú veist sem að þannig að móti júní
2024 og júní 2025 þá fá þeir 10% af hagnaðinum sem náttúrulega bara rugl. Tíma líka? Aftur í tíma? Nei, alls ekki aftur í tíma, bara segjum svo ég myndi selja fyrir 400.000 hérna og selja fyrir 500.000 hérna, þá myndi þeir fá 10% af 100 skallinum út af þeir náða að increasa veltuna þetta. Tala bara svona í smáum tölum sko. Þannig að ég svona bara einhvern veginn sagði bara já og amen við öllu og skrifaði undir samning við þá og samningurinn svona þegar ég var búin að fatta hvað ég var búin að tapa miklum peningum á þessu og því ég var náttúrulega með þá í næstu ár og pluss það sem ég var að eyða í auglýsingakostnað sem að þeir voru ekkert að fylgjast með, þeir voru bara eyða bara 800-900 kalli á mánuði í meta-auglýsingar án þess að stoppa þær í raun að veru, þú veist, eða pæla í þessu hvað er að vera að eyða mikið, þannig að þú veist eins og yfir aðal sölutíman í nóvember þá er maður kannski að eyða, þú veist, segjum bara 1.000.000 eða eitthvað og þú veist, þeir stoppaði það ekki, skilur janúar, febrúar, mars, apríl, maí og maður var ekkert ekki að pæla í þessu, þannig að fjármálastjórinn ég var að drulla upp á bak þarna, þú veist, var ekki alveg með putan á púlsinum út, ég var með allar að bolta á lofti, svo var ég bara einmitt í hjólísinu með Guðbjarti og ég skil ekki, þú veist, ég er ekki að græða neitt, þú veist, ég er bara búin að selja svona mikið hérna í nóvember, af hverju er ekki peningurinn á bankareikningnum, þú veist, what the fuck, og þetta nú er ég bara alveg að fara bara í kjölinn á þessu, bara ekkert ella mikið trún á. En þá fórum við að skoða og Guðbjörn bara, hvað er þetta eiginlega í þessar auglýsingar eiginlega? Og ég bara fór svona að taka það saman, þá var ég þú veist að eyða 900 skalli kannski í maí í auglýsingar, svo var ég að borga þeim 10% af hagnaðinum mínum og þú veist, þetta er ógeðslega stúpid að segja þetta, en þú veist, þetta er bara eitthvað sem maður er bara ekkert að pæli, maður er bara búin að treysta einhverjum fyrir lífið sínu, þú veist, maður er bara hérna, þú ætlar að koma fyrirtækjunum mínu bara á kortið, takk kærlega fyrir, elska þig, þú veist, en svo bara maður er ekkert að fatta hvað maður er búin að eyða ótrúlega miklum pening og þú veist, og bara þegar hann var að gera áskýrsluna bókarinn, hann var bara 16 milljónir hvað er þetta? Þessi hvaða gaurar eru þetta? Og hvernig á ég útskýra þetta? Ég alveg, já, sko, þú veist, bara eins og okkur fáiði, sko. Og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem ég læri af, en ég er hætt með þessa aðal í dag, en svo er ég líka búin að koma stæði, þeir eru með aðra netverslunir, þá eru þeir bara að taka 10% af innkomunni sem að þeir koma frá auglýsingunum á Facebook inn á vefsíðuna, þú veist, þá er það bara að taka því, ekki frá því þú byrjar, þú ert líka með Instagram, þú ert með þinn fylgjendahóp, þú ert kannski að sína vörur, þannig að ef ég sel 5 svona glærbrúsa inn á mínu Instagrami, þá eru þeir að taka hagnaðina því og þeir gerði ekki neitt, þannig ég var svona svolítið að vanmeta líka mig sem áhrifavald, ef ég má leyfa mér að segja það, þannig ég bara kom út bara, þú veist, hefði ég ekki verið með samstörfum mín, það hefði bara komið bara út í örgulega miklu tapi, sko. En, bara takk fyrir að deila þessu. Já, ég bara ægi og það er eitthvað sem maður þarf að hafa í huga og bara svona eitt af því sem maður getur ekki sjá þegar maður er að gera þetta allt í fyrsta skipti með milljón hluti sem þarf að hugsa þá einhvern veginn, ég ætla að skoða þetta morgun. Svo líka bara einmitt, allir aðrir er að gera þetta, þú veist, allir önnur fyrirtæki í Íslandi er að gera þetta, okkur ég að gera þetta, þannig ég sagði bara já og þetta er hvatvísin í mér, líka bara þegar ég var að koma mér í gang með heimasíðun og allt, ég bara gera þetta bara áfram, þú veist, bara koma sér áfram með allt saman, þú veist, það er ég er svo mikil skriðtreki, skilu, ég ræði ekki við mig þú veist, ég bara klára þetta þú veist, ég ætla bara að séra heiminn núna, þú veist en svo bara hefði maður átt að sjá þetta, þú veist sérstaklega í nóvember í fyrra var ég bara í nóvember í hitt í fyrra, þá var ég bara nýbyrju ég var bara með, þú veist, 60 brúsa eða eitthvað svo var maður bætinn fullt af vörum og getur ímyndaðir, þú veist, hvað þeir voru bara vá, þessi Vilmar æði, hún er bara sjátt fyrir jólunum hérna og hún er bara, þú veist þannig að og reyndir eitthvað að semja við það og reyna að fá ég semdi við það og fekk aðeins lækkun en þeir lofuðu mér öllu fögru þeir öllu ráða nýjan aðila hann ætlaði að taka heimasíðunum minn í gegn ég endaði með að gera það sjálf þú veist með hjálp annara sem að fekk kannski setna út í það og svo bara voru að lofa þú veist fundi einu sinni í mánuði og þeir ætluðu alveg bara þvíld að taka fyrirtækið mitt á næsta level og voru alltaf svona að selja sig svolítið út á það að vera með eitthvað svona ekstra sem engin annar er með, sem mann alltaf bara algjörð kjaftaði, þetta er alltaf sama þú ert ekki að targeta eitthvað ekstra öðruvísi hópa, þetta er bara þú veist, þeir sem eru í þessu meta auglýsingum og svona vitalveg þú veist, það er bara einhver, það er engin geimvísind á baka þetta, þú veist, þannig Nei, þetta er flókið og mikið þetta er flókið, já, þú ert á þessu námskeiði núna ætla bara ég ætla að sér heiminn núna en hvað er framundan hjá Vilma Homo, hvernig sérðu svona, hvernig langtíma sýnin Heyrðu, ætlar að stofna búð þegar stórt er spurt sko ég haldi mig við netverslun allavega eitthvað næstu árin
og vonandi sleppi það út af líka bara að geta verið til staða fyrir börnin mín, svo kannski að börnin er eldri og nenni ekki hanga eins mikið með mömmu sinni og pappa, þá kannski skoða maður það að opna búð eða þetta er náttúrulega rosalega þægilegt þegar Górilla sér allt svona pökkunarferlið og koma öllum vörunum inn, þannig eina sem ég þarf í raun og vera einblína er bara að láta reksturinn ganga og koma með eitthvað nýtt og fest og það er litla smáatrið. Já. Nei, ég spurði bara hvort það ætlar að opna búð og sagði rána að það hefði verið svona draumur frá því varst lítill. Já. En auðvitað að það að vera í rekstri líka, já. Það að vera með netustunir að vera með búð. Einmitt. En þú ert bara að selja vörurnar á netinu núna, þær eru ekki, þú ert ekki með einhverja heilsölu. Nei, sko ég reyndar með brúsana í Þrista á Ísafirði. Okay. Já, og svo er ég líka með brúsana í Krílafló á Selfossi. Okay, það er ekki. En það var bara eitthvað sem að já. En þær eru alveg duglegar að panta, það er greinlega alveg bullandi business út á landi sko. Og ég veit sko, hvenær verður þessi brúsamarkaður mettaður? Það er brúsa árátta hérna heima sko. Fólk kaupir sér bara fleiri og fleiri. Já, ég held að ég 4. Já, ok, ég sé eitt koma alltaf vist svona pík í vörum sko, eins og til dæmis fyrsti brúsin, hann er svona mallar ennþá aðeins en hann er ekki þetta hæp eins og þetta var, svo kom Hydro og hann eiginlega var svona alveg bara hæp sko og hann er alveg ennþá að seljast mjög vel en svo bara verður maður að halda áfram maður þarf að koma með næsta og næsta til að halda þessu við. Þú varst strax bara, þessi brúsi er vinsæll, kom annan lit, ég ætla að gera fleiri, ég ætla að koma með típu með handfangi og ekki með handfangi, einhvern veginn litla og stóra, þetta var svona spennandi. Já, og líka bara, og maður hlusta líka á viðskiptavinnina eða fylgjendunni sem eru bara, það væri sniðugt og gæti komið eitt hérna sem er ekki með handfangi eða eitt sem er aðeins minni svona Hydro sem kæmist í glasahaldara og allir þessi litlu smáætri, þó ég segist þetta bara, vá, frábær hugmynd, það er ég alltaf með þetta svona on top of my mind, ég bara hausinn stoppar aldrei, sko. Og hérna, þú ert eins og ég segi, þú ert að auglýsa samfélagsmiðlum, þú ert líka að vinna með öðrum áhrifavöldum eða ekki? Jú. Í samstarfi við aðra? Já, ég er í samstarfi við aðra. Hvernig hefur þetta gengið? Bara mjög vel sko. Ég er líka bara vel samstarfi mín þannig að þetta passi við minn miðil og ég myndi aldrei fara að taka einhverju samstarfi sem myndi bara aldrei ganga einhvern veginn, ég allt inn bara ekki geðið út takt með eitthvað, ég veit ekki. Ég er að tala um sko að því mér er áhverð að þú ert að vinna með áhrifavaldum í þínu fyrirtæki þannig að þú ert báðu megin við borðið þú ert áhrifavaldur sjálf og ert svo að semja við aðra áhrifavalda þú hlýtur að læra bara svo mikið af báðu. Jú, það er alveg mjög gaman líka og hefur þetta sýnt sig bara í rekstrinum mjög vel með hóma að áhrifavaldar þetta virkar? Já, það var náttúrulega líka svolítið skrítið ef ég var alltaf bara ein eitthvað alltaf sama tuggan, þú veist, þannig að það er svo gaman að fá mismunandi andlit og bara mismunandi þú veist, hvað fólk er að fíla og þú veist, heyra bara mismunandi ummæli, þú veist, það er bara geggjað að fá reynsluna líka frá öðrum og ég er bara með mjög svona sterkan hóp sem að er alveg svona, sem ég get alltaf leita til ef mér vantar eitthvað aukið sér content eða einhver svoleiðis, sko. Svo var þetta líka á tímabili að það var eins og þú varst ekki í útlöndum nema að væri með Vilmabrúsan til að setja hann í stóri. Já, og það er svo gaman að ennþá vera að taka mann og deila og þetta gerir rosalega mikið fyrir lítið fyrirtæki ef fólk deilir hjá sér. Það er bara, ég er bara mjög þakklátt mínum fylgjendum og viðskiptaunum að taka mig, sko. Mér finnst það mjög gaman. Hvaða ráð myndir þú kannski gefa öðrum sem langar að taka skrefið? Myndir mæla með þessu? Einhver spurði bara, ætti ég að gera þetta? Mér langar að segja upp starfinu mínu og bara prófa að gera eitthvað sjálf. Bara insight er að öskra á þig að þig langar að gera þetta og þú ert með eitthvað í höndunum sem þú veist að er að fara að ná árangri bara allan daginn fara út fyrir það endaramann, þú veist, þú ert ekki treð, þú mátt færa þig, ég er alltaf að segja sama, ég veit það, en þú veist, bara eltu drauminn og það er svo leiðilegt líka að vera með þessa hugsun, þú veist, hvað ef? Þú veist, að vera bara orðin eldri útgáfan, þú veist, og vera bara, já, ég mig langaði alltaf að gera þetta hérna, já, ok, okkur gerir það ekki? Ég veit ekki, ég var eitthvað efast mig, þú veist, það bara, þá er allan að prófa þetta og í versta falli bara gengur það ekki upp og þú kannski finnir þig á einhverjum öðrum vettfangi með annað fyrirtæki, eða þú veist, eitthvað, bara og það stundum að byrja til að læra líka. Akkurat þetta, að byrja, af því að fólk er alltaf að bíða, ég tala fyrir sjálf á mig, bíða eftir að það veri tilbúið, bíða eftir að þú veri búin að læra allt, svo þú getur byrjað. Ég bara tók mig ótrúlega langa tíma bara til dæmis að byrja þetta podcast. Ég ætlaði ekki að byrja fyrir en ég væri
orðin snillingur í að klippa eða ég væri komin með allar upptöku græðirnar hérna. Ég get ekkert byrjað á þessu nema ég sé með eitthvað content til að klippa. Stundum þarf maður bara að byrja og læra svo on the way. Það er svolítið að stökkva út í djúpulegina til að bara finna sig og það verður alltaf erfitt. Þetta er aldrei einfalt. Frekar að finna kannski afsakarnir fyrir að gera hlutin ekki, finna það frekar leiðir til að ég kann þetta ekki, ég ætla að læra þá að klippa. Já. Í staðan fyrir að ég kann ekki að klippa, ég ætla að sleppa þessu. Interneti með svo mikið upplýsingum, þetta er svo einfalt. Þú veist, gervigreindin, hún er bara besti vinur minn, sko. Ég segi það sama. Ég er bara alltaf, það sem maður notar þetta í, ég teki sko argument bara til að vita hver átti rétt á sér sko bara í þessu, ef það er eitthvað, þú veist, að bara setja það upp í ChatGPT og maður fær bara, já, ég raun að veru, þú veist, verður þú að gera svona og hann að gera svona eða hvernig sem það er, ef ég og Guðbjörn vorum ekki að rífast samt sko. En nei, stundu þarf maður bara að fá input bara í alls konar aðstæður og bara fá að heyra, þú veist, algjörlega, eitthvað sem hjálpa manni. Já, það er að taka ýmsu með fyrirvara líka, en akkurat svona getur hjálpað mér orða þetta rétt, ég hrikalega lélega að skrifa ensku, þá bara skrifa ég segi þetta ensku. Ert þú svona kurteis við gervigreindar? Já, ég segi alltaf takk. Okay. Alltaf takk, gerðu þú ekki? Nei, ég er nefnilega meðvirk með ChatGPT. Já, mér finnst þetta svo fyndið, það sem er bara takk kærlega og svo sem segja, sæll, gætirðu aðstoða mig með Já, ég er alveg fyrirgefið hérna, við vorum kannski einhver allt öðru topiki og ég komin í allt í einhverja vörulýsingu, mér vantar eitthvað svona aðeins meira catchy fyrir síðuna eða eitthvað. Þannig ég er alltaf sorry elskan, en hérna við erum komin á random staðir. En tæknin er bara orðin svo rosalega í dag, ég meina það er verið að fara að tengja núna, ég var að læra þetta í skólanum í morgun. Já. Að AI er að fara að vera miklu meira svona, þú veist, á Shopify til dæmis, það er búið að tengja eitthvað svona AI við Shopify og þú getur fara að nota AI á síðunniðinni til að hjálpa viðskiptavinnum og svara spurningum og gera upplifunina ennþá persónulegri og ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir hvað tæknin er orðin svakaleg, það er meiri að þetta hanna núna Shopify síðu bara með því að segja AI, bara herri, ég vil hafa svona, ég vil hafa letri svona, ég vil hafa litina svona, þessi síðu flott, ég væri til að hafa hana ekki alveg eins en ég væri til að hafa hana svona öðruvísi ívafi. Þannig að það er allir að fara að kópa allar sko. Þetta er pínuskeri en líka spennandi. Þetta er spennandi en já, þetta er svona pínu. En svo er þetta líka þegar þetta er orðið svona svakleg tækni og allt er orðið svo auðvelt og allir geta einhvern veginn gert flott heima sig og svona. Þá finnst mér þessi svona hráleiki og bara þessi svona ófilteraði veruleiki eins og þú ert að bjóða upp á. Mér finnst hann vera svona ennþá meira value. Það er ekki, þú gætir alveg verið bara með einhverja gervigreinda filter á því þannig að það væri alltaf bara smooth hérna þannig að mér finnst svona eins og það verði trend. Já, var bara, ég veit að ég er að elska þessa dýft sko. Við erum ekki svona komin í rauðvinni hérna. Af því þetta er svona pínu einkenni þitt, þú segir bara hlutina eins og þeir eru. Já, og stundum hefur maður alveg brennt sér líka á því að segja eitthvað sem maður sér eftir en þú veist, það er kannski eina varandi samfélagsmiðluna maður getur ekkert sett allt út eins og maður gerði kannski í byrjun þegar maður byrjaði og ég var alveg svona ég er náttúrulega mjög hvattvís, hendi oft eitthvað út bara og er ekkert að pæla en núna er ég orðin svona aðeins meira bara svona ok, var þetta kannski niðrandi fyrir þessa eða var ég að ég passa mig að setja aldrei út á neina aðra skilur, maður að passa sig tala ekki illum önnum fyrirtæki og þú veist, ekki það ég segi, hafa verið vön að gera það, alls ekki, en ég get sagt samt eitt dæmi, ef þú vilt hafa podcastið lengra. Já, ekki með eitt sem ég gerði á mínu miðli sem að ég svona sé mjög mikið eftir. Ég náttúrulega er í samstarfi með frábærum aðilum og þau voru að bjóða mér á event og það var akkurat deginum áður en ég var að fara í Vilmu Home-ferðina, Mamma Mia ferðina sem var núna fyrir 5-6 mánuðum síðan og fór á hana event og það voru, þú veist, brúsar alveg út allt á eventunum, þú veist, frá þessu fyrirtæki og ég bara tók mynd af öllu og sýndi allt og þú veist, þetta voru svo sennað og flottu viðburður, bara geðveikt og svo kom ég heim og það var eitthvað skilaboð frá einum Instagramara frá einum fylgjanda bara, hæ, er þetta nýju brúsar hjá þér eða? Og ég ákvað að taka screenshot af því sem hún spurði og svo bara var ég eitthvað að pakka í töskur og var bara alveg, þú veist, að henda mér út af flugvöll bara eftir korter, þú veist, og ég bara eitthvað nei, þetta er nú ekki brúsa sem ég er að selja en mín er náttúrulega leka ekki, sagði eitthvað svona, þú veist, og var alls ekkert að meina eins og þetta væri niðrandi, en það komu þetta þannig út eins og ég var að tala illa aðilann, þú veist, þetta er svona
á gráusvæði, svo náttúrulega var ég ekkert að pæla í þessu og bara sofa og vakna alveg bara hvatvís að ég, þetta bara alveg ég í hnótskut, en auðvitað læri maður að mistökunum en svo náttúrulega fór ég bara flugvöllinn og sá þetta ekkert fyrir en ég var bara lent í London, þú veist, þá var alveg bara hæ, eskan, við verðum að passa hvað við setjum út og ég bara, þá var ég bara ekkert búin að pæla í þessu og ég bara, ég tekið út strax, bara beist afsökunar, en þetta átti ekkert að koma út eitthvað leiðilega, þú veist, en ég var bara svona eiginlega að gera samanburð óvart sem maður þarf náttúrulega að passa sig, en þetta er kannski eini svona akkillesarhællin í að vera svona filterslaus og já, en samt rétt viðbröð, ég meina það gerir allir eitthvað svona, en viðbröðin eftir bara, heyrðu, fók ég tekið þetta út og það í staðan fyrir að vera, heyrðu, þetta er minn miðill, þú hefðir alveg getað að fara þangað, þannig að mér ekki það gera allir mistök, hvernig þú tekur á þeim. Það er alveg rétt, sko. Þannig að ég held að við séum bara komið með geggjaðan þátt og þú ert búin að alveg opna þig og takk alveg fyrir hreinskilnina. Bara svo gaman að koma og bara vonandi sagði ég ekki eitthvað sem ég átti ekki að segja. Nei, vonandi. Þið verið allan að mér fyrirvara á því þá. Ég er mjög hvatís. En við erum ekki alveg búnar að því að ég var að meina spurningu fyrir því í lokin líka. Hvað þú myndir vilja skilja eftir hjá hlustendum eftir þáttinn? Hvað ráð eða skilaboð þú vilt að þeir taki til sín? Já, ég segi bara eltu draumana þína allan daginn og annars áttu bara eftir að sjá eftir því seinna. Það er svolítið þannig. Ég er alveg nokkuð vissum að tengja margir þarna bara, og það er allt í lagi að taka lítilskref, þú þarft ekki að fara kannski beint í það bara, hætta vinnunni, ég kom með vörun og komið til 4 mánuði, þú veist, það er allt í lagi að hafa þess að 2 bolta gangandi aðeins til að finna þau svolítið í þessu. Já. En það ekki. Ef þetta er ekki hvatning fyrir fólk sem er með einhver hugmynd í mánum, taka skarið og einmitt byrja bara lítið, þá veit ég ekki alveg hvað það væri annars, en Vilma, takk æðislega fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig. Jæja, þátturinn verður þá ekki lengri í dag, en ég mæli með að kíkja beint inn á vilmahome.is til að fá betri hugmynd af því sem Vilma er að bralla og þetta fylgin á Instagram ef svo ólíklega vildi til að þið væruð ekki á þínu þegar. Annars verð ég aftur hér að viku leiðinu með nýjan þátt og alla þriðjudaga. Takk fyrir mig í dag, ég heiti Margrét Björk og þetta er Vörumerki.